Og velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við ætlum að forvitnast aðeins fyrsta viðarhitaða brauðofninn á Íslandi. Velkomin Matthías. Sæl. Þetta ekki rétt hjá mér? Fyrsti viðarhitaði ofninn á Íslandi? Já, það held ég. Ég ekki alveg viss, allavega fyrir brauðgerð. Já. Það eru svona ofn fyrir pítsur, en ekki fyrir brauð. Já. Segðu okkur aðeins, Böggvistaður í Svarfaðardal, þar býrð þú. Og ertu með gamalt minkabú? Þetta var minkabú, já, byggt 1975 og verður núna bráðum bakari. Já, stórt bakari? Nei, ekki mjög stórt, sko, ekki mjög stórt. En minkabú eru svo löng. Já, þetta stórt hús, þannig að það pláss fyrir íbúð, fleira íbúð. Eru þið búin að innrétta íbúð? Já. Já. Það er líka pláss fyrir bakari. En spennandi. Þú ert tónlistarmaður, sagðir mér, frá Frakklandi. Já. Og það var kona sem dróði hérna til Íslands. Það er mitt. Klassíska sagan. Já. En hvernig datt þér í hug að fara að spá í að baka brauð? Já, það er náttúrulega frekar mikið brauðkúltúr í Frakklandi og þegar við fluttum hingað, ég var ekki alveg rosa sáttur með brauðið sem ég gæti keypt í búðinni hér, þannig að ég byrjaði strax að baka sjálfur heima. Súrdegsbrauð. Sem þú kunnir bara frá barnæsku eða? Nei, sem ég bara lærði svona, ég var að lesa og það. Og fólk sem kom heima í heimsókn bara tók eftir að það var í rauninni eitthvað betra og smátt og hugsaði já, að hverju ekki bara gera meira og selja það. Þannig að það kom svona. Og svo, af hverju viðarofn? Var það eitthvað sem þú hafði kynnst á í Frakklandi eða? Já, sem sagt, ég fór í fyrra til Frakklands að læra og tók próf til að fá leyfi til að selja brauð og þar lærði ég að baka súrdegsbrauð í svona viðarofn og það er bara betra brauð í rauninni. Já, það er bara staðreynd. Það er bara þannig. Þetta er eitthvað listi, hvað er það? Er eitthvað viðarbragð eða er það reik eitthvað? Nei, það er einmitt eitthvað að gerast með að því að við erum að kekja eld inn í ofnin, þá bara taka allt úr þegar það er heitt, taka allt og hreinsa mjög vel og þá er bara hitan að fara niður smátt og smátt og þetta er best fyrir súrdegsbrauð. Náttúrulega í svona rafmagnsofn er hitan alltaf sama, þú veist. Það er heitt að taka aðeins niður en það er ekki svona effekt að fara smátt og smátt niður. Og rakinn líka í svona steinofn er bara svona fullkomið fyrir brauð. Og það kostar svolítið að koma sér upp svona ofni, það ekki? Ertu búin að reikna þetta út? Já, og það er í rauninni 3 milljónir aðeins meira, jafnvel. Varstu að hlaða þetta einhvern veginn? Já, það er ofnasmiður frá Frakklandi sem er núna heima að gera það. Já? Hann kom bara, búinn að byrja núna í viku, aðeins meira 10 daga. Já. Og þetta, þú ert með söfnun á Karolínufund. Já, það er málið. Það er hægt að hjálpa þér með þetta? Já. Segðu okkur aðeins, hvernig getur maður þá bara... Það er sem sagt, já, við erum búin að stofna söfnun á Karolínufund fyrir fólk sem áhuga á að hjálpa með svona verkefni. Og já, af því að náttúrulega það kostar penning að gera svoleiðis og ég er bara tónlistarkennari, ég er bara á svona ekki mjög stór laun. Nei. Og þá getur fólk farið og valið sér sko hvaða styrkir þið hátt og fengið kannski brauð í staðinn eða komið í heimsókn. Já. Og hvað eru margir dagar til stefnu á Karolínufund? Það er búinn 8. november held ég, það er mánuði viðbót. Það er mánuði viðbót? Já, og við erum komin núna upp í 20%. Já, það er ágætt, en betur maður duga skal. Nú bara bendum við fólki að taka þátt í þessu skemmtilega verkefni. Já. Og stefnir á því að opna þá bara bakarið eða byrja bara að baka leið og opnin er tilbúin eða ertu komið með eitthvað svona tímaplan? Nei, það þarf að bíða aðeins lengra af því að þá kemur líka þurfum að byggja bakarið sjálf, veist, í rýminu. Við vorum núna að byggja fyrst opn og allt kemur í kringum opnin. Og þegar það er búinn á ég að æfa mig svolítið
æfa sér svolítið áður en maður fer að selja. Já. Þannig að það kemur einhvern tíma eftir jól, kannski í febrúar, mars, hver veit. Ótrúlega spennandi. Já. Og ætlar að þá hafa svona eins og lítið kaffihús þar sem fólk getur bara sest niður og borða brauðið jafnvel? Já, ekki svona alveru, svona óformlegt. Það verður örugglega borð og kaffi og fólk er velkomin að koma þegar ég ekki er. En það er ekki búð, þú veist, sem verður opið allan daginn og það er bara... Þú bara flaggar þegar það er opið, er það ekki hefð fyrir því? Já, það verður bara... fólk þarf að panta brauð fyrir fram, þannig að ég veit nákvæmlega hvað mikið ég á að baka. Þannig að þú sért ekki með hillu fulla brauði sem selst ekki, það er rosa. Og ég er kannski að baka þrisvar í viku og fólk kemur þá að sækja brauðið og má fá kaffi og spjalla. Hvað ef að fólk er að panta frá Egilsstöðum, ætlar að senda þangað eða hvað? Ertu ekki búin að hugsa það alveg? Nei, ég er meira búin að hugsa svona lítil nærumhverfi. Já, svona ideally, þú veist, Dalvík. Byrja þar að tala. Já, Dalvík, Svavadal, kannski Akureyri, Tröllaskagi, sjáum til. En svo ertu að fulla að kenna tónlist. Já. Og þú ert að kenna söng. Ég er að kenna söng, já. Ég lærði söng og lærði miðaldatónlist í Frakklandi og í Svís eftir. Og tengistu þá inn í eitthvað svona miðaldahópa hér? Ertu eitthvað að syngja hérna sjálfur? Ég er ekki að syngja mikið á Íslandi. Það er ekki mikið að gera með miðaldatónlist hér. Nei. Þannig að ég er að ferðast og fer út í að syngja mest. En það verður reyndar gaman að stofna líka svona miðalda sönghóp hérna á Íslandi. Þetta kemur á eftir, sko. Fyrst bakarið, svo miðaldahópurinn. Þetta var aldeilis frábært. Við bara vonum að það gangi vel að safna fyrir þessu á Karolínu Fönd. Já, takk fyrir. Og ég hlakka til að koma og smakka brauðið hjá þér í vor, eftir áramót. Já, endilega að koma og smakka. Takk kærlega fyrir komuna. Já, takk sömuleiðis.